Þá göngum við til fundar á ný. Hér erum við í miðjum Hlíðum með 1288. fund bæjarstjórnar á Akranesi, haldinn þann 27. febrúar 2019. Og við komum nú aftur til fundar eftir fundarhlé og erum að ræða hér 9. lið á dagskrá fundarins, málsnúmer 19.01.119, frumvörp, reglur og þingsályktunartillögu til umsagnar 2019, ályktun varðandi hvalveiðar. Og orðið er laust varðandi þennan fundarlið og það er bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur hlýða. Ég ætla að byrja á því að þakka fyrir það að þetta mál hafi verið tekið hér inn með afbrigðum. Til þess að fara kannski aðeins stuttlega yfir málið, þá sendi bæjarráð fulltrúar allra flokka umsögn vegna tillögu til þingsályktunar endurmat á hvalveiðistefnunni Íslands, hvalveiðistefnu Íslands, sent frá sér 7. janúar 2019. Og með leyfi forseta ætla ég að fá að lesa það. Bæjarráð Akraness leggur áherslu á að hvalveiðar við Íslands fari fram með sjálfbærum hætti á grundvelli vísindalegra rannsókna. Samkvæmt ráðgjöf Hafrannsóknastofnunar sem tekur til áranna 2018 til 2025 skulu árlegar hvalveiðar nema að hámarki 161 langreyði og 217 hrefnum. Í skýrslu Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands frá árinu 2010 þjóðhagsleg áhrif hvalveiða er áætlað að 80 til 90 ársverk geta tengst beint veiðum og vinnslu á 150 langreyðum og 150 hrefnum. En þá eru ótalin afleidd störf vegna til dæmis þjónustu og aðfanga. Bæjarráð Akraness leggur því áherslu á að koma til endurmats á hvalveiðistefnu Íslands verði ekki eingöngu litið til þjóðhagslegra hagsmuna heldur einnig til áhrifa innan tiltekinna atvinnusvæða. Að ofangreindum má ljóst vera að þau beinu og afleiddu störf sem skapast í kringum hvalveiðar og vinnslu skipta miklu máli á atvinnusvæði Akurnesinga. Það er að segja Akraness og Hvalfjarðarsveitar. Þessi störf snerta framfærslu margra fjölskyldna á þessu svæði og skapa sveitarfélögum mikilvægar tekjur. Einnig er mikilvægt að skapa þeim fyrirtækjum sem stunda hvalveiðar og vinnslu stöðugt laga- og rekstrarumhverfi svo hægt sé að ráðast í nauðsynlegar fjárfestingar og endurnýja búnaðar til aukinnar verðmætasköpunar. Lestri lýkur þá á þessari umsögn bæjarráðs. Ástæðan fyrir því að við bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins fórum fram á það við forseta og bæjarstjórn að taka þetta mál inn er ákvörðun sjávar-, útvegs- og landbúnaðarráðherra heimild til áframhaldandi veiða og þá væntanlega vinnslu á langreyði og hrefnu. Við höfum alltaf verið talsmenn þess að byggja upp öflugt atvinnulíf hér á Akranesi og viljum þar af leiðandi leggja fram eftirfarandi bókun í þessu efni og fæ ég þá að lesa hana upp með leyfi forseta. Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins fagna ákvörðun Kristjáns Þórs Júlíussonar sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra að heimila áframhaldandi veiðar og langreyði og hrefnu árin 2019 til 2023. Ákvörðunin er samhljóma umsögn bæjarráðs Akraness frá 7. janúar síðastliðinn til atvinnuveganefndar vegna þingsályktunartillögu endurmat á hvalveiðistefnu Íslands. Lagði í umsögn sinni áherslu á að hvalveiðar við Ísland fari fram með sjálfbærum hætti á grundvelli vísindalegra rannsókna og ekki verði eingöngu litið til þjóðhagslegra hagsmuna heldur einnig til áhrifa innan tiltekinna atvinnusvæða.
Bein og afleidd störf sem skapast í kringu hvalveiðar og vinnslu skipta miklu máli á atvinnusvæði Akurnesinga og þessi störf snerta framfærslu margra fjölskyldna á þessu svæði ásamt því að skapa sveitarfélögum mikilvægar tekjur. Einnig mikilvægt að skapa þeim fyrirtækjum sem stunda hvalveiðar og vinnslu, stöðugt laga og rekstrarumhverfis og hægt sé að ráðast í nauðsynlegar fjárfestingar og endurnýjun búnaðar til aukinnar verðmætasköpunar. Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins hafa ávallt staðið vörð fjölbreytt atvinnulíf á Akranesi og taka því heilshugar undir umsögn bæjarráðs og ráðherra. Og undir þetta skrifa bæjarfulltrúarnir Rakel Óskarsdóttir, Ólafur Adolfsson, Einar Brandsson og Sandra Margrét Sigurjónsdóttir. Óska ég þetta verði fært til bókar. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir. Forseti óskar þá eftir að varaforseti bæjarfulltrúi Einar Brandsson komi hérna í eina netta innáskiptingu í stól forseta. Og óska eftir að fá að taka til máls. Já, bæjarfulltrúi Valgarður Líndal Jónsson óskar eftir að taka til máls, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla að lesa hér upp bókun vegna þessara tillögu sem hér er framkomin og bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir las upp ályktun vegna hvalveiða. Það eru bæjarfulltrúar Samfylkingar og Framsóknar og Frjálsra sem að óska eftir að eftirfarandi verði fært til bókar. Bæjarfulltrúar Samfylkingar og Framsóknar og Frjálsra vilja árétta að bæjarráð sendi frá sér umsögn frumvarp og hvalveiðar í janúar síðastliðnum með aðkomu allra flokka. Bæjarfulltrúar standa við þá umsögn. Bæjarfulltrúar vilja jafnframt árétta það ákall sem komið hefur fram frá bæjarfulltrúum minnihlutans að tillögur berist bæjarfulltrúum tímanlega svo þeir hafi tækifæri til að kynna sér málin og ræða við sitt bakland til dæmis á bæjarmálafundum. Tillaga bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins ályktun hvalveiðar barst 22 mínútum fyrir bæjarstjórnarfund í dag og þá aðeins til oddvita meirihlutans. Í ljósi ofangreins munu bæjarfulltrúa meirihlutans ekki taka þátt í þeirri ályktun sem hér er lögð fram. Lestri lýkur og ég held að ég þurfi svo sem ekkert að hafa mörg orð til viðbótar þetta. Það er einfaldlega óþægilegt að fá mál reifuð inn á fund svo seint sem að hér bara raun vitni. Snýst ekkert það hvort að bæjarfulltrúar eru með á móti hvalveiðum. Það er bara ekki gott að fá mál með svo stuttum fyrirvara og við og í þessu tilfelli er að ræða mál sem að er ekki óumdeilt innan allra flokka. Það er bara þannig. Þannig að það skiptir líka máli hvers eðlismálin hefði til dæmis málið sem við vorum að ræða áðan varðandi öryggi í Hvalfjarðargöngum komið svona seint til að þá er ég vissum að það hefði ekki verið neitt vandamál. Allir hefðu stokkið til og stutt það. En í svona málum að þá þurfa bæjarfulltrúar umþóttunartíma og tækifæri til að ræða við sitt fólk. Sá tími gafst ekki og í ljósi þess að þá tökum við ekki þátt í þeirri ályktun sem hér er lögð fram. Bæjarfulltrúi Valgarður Líndal Jónsson hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem óska eftir að tjá sig? Það er bæjarfulltrúinn Ólafur Adolfsson og þá byrð ég líka í leiðinni Nei, ég má það ekki. Bæjarfulltrúinn Ólafur Adolfsson, gjör svo vel.
Við bíðum með inn á skiptinguna. Herra forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Já, ég hef áður lýst mig sammála því í þessari pontu að það skiptir máli að tillögur berist tímalega og ég tek undir með bæjarfulltrúum meirihlutans með það að það hefði auðvitað verið betra fyrir þá aðila til hann hefði borist fyrr. Staðan er nú eins og stundum þannig að það getur komið þannig til kasta bæjarstjórnar að ef hún ætlar að grípa ákveðin tækifæri þá þurfum við að gera þau tímalega og svo er þetta alltaf spurningum frumkvæði. Það hefur ekki farið fram hjá neinum að þetta mál er umdeilt og það er til dæmis væntanlega sett fram í þinginu til þess að skoða hvernig stuðningur er við hvalveiðar í þinginu. Við höfum langt skeið notið þess hér á Akranesi að hér hafa verið unnar hvalafurðir og hér hefur margt fólk unnið við hvalveiðar og hvalskurð. Það skiptir miklu máli að við nýtum tækifærið þegar það gefst til þess að sýna þessu fólki í samstöðu að við ætlum að standa vörð þessi störf og eins og kom svo vel fram í okkar umsögn sem að bæjarráð skilaði, þá er auðvitað verið að tryggja það að hvalveiðarnar verði stundaðar með sjálfbærum hætti og við erum í rauninni sammála um það. Við erum líka sammála um það hverjum við ætlum að treysta fyrir því að meta hvort að hvalveiðarnar séu sjálfbærir eða ekki. Við höfum ráðgjöf Hafrannsóknastofnunar og svo höfum við ákveðin viðmið. Nú vitum við líka að hvalveiðar eru ekki óumdeildar í heiminum og það eru öflug samtök sem eru á móti hvalveiðum. Og fyrir okkur Íslendinga sem flest hver höfum alist upp við það að nýta þær auðlindir sjávar eða lands okkur til framfærslu. Þá er þetta þannig að þegar verið að tefla fram einhverjum tilfinningarökum þá ristir það væntanlega ekki djúpt hjá okkur flestum. Því við höfum jú alist upp við þetta. Það er þannig að ákveðni hvalastofnar í Ísland þola veiðar. Við höfum hér fyrirtæki sem er staðsett hér á Akranesi og í Hvalfirði sem að nýtir þessa auðlind. Og ég held að það sé mikilvægt fyrir okkur að við sýnum þessu fólki og þessum fyrirtækjum ákveðna samstöðu með því að grípa tækifærin þegar þau gefast til þess að lýsa yfir stuðningi við þessi fyrirtæki og það starfsfólk sem þar vinnur. Bæjarfulltrúinn Ólafur Adolfsson hefur lokið máli sínu, eru fleiri sem það er bæjarfulltrúinn Ragnar Sæmundsson sem hefur óskað eftir að taka til máls, gjöru svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og þeir sem á hlýða. Nú er komin upp frá því sérkennileg staða. Sjálfstæðisflokkurinn kemur fram í bókun 22 mínútum fyrir fund. Það snýst svolítið málið. Það hefur komið fram hérna áður að bæjarráð kom fram 7. janúar með umsögn nákvæmlega sama mál. Það sem við tökum á öllu og það finnst, það er í raun og veru, við tökum undir allt það sem fram kemur þar. Það er engin að bakka með neitt þar. Bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson kemur inn á að við skuldum þeir sem þarna vinna og íbúum að við sýnum stuðning. Við sýnum fullan stuðning í þessari umsögn. Fullan stuðning. Þetta eru mjög mikilvæg störf, hvert eitt og einasta. Mjög mikilvæg. Bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson tala líka að grípa tækifærið. Tækifærið kom fram miðvikudaginn 20. febrúar þegar ráðherra kemur með þetta. Þetta kom ekki fram í morgun. Í okkar huga
er þetta bara prinsippmál. Prinsippið snýr að því að það hefur verið mikið ákall hjá minnihlutanum núna í vetur að menn vinni betur saman, tali betur saman. Þetta er ekki dæmi um það. 8 meirihlutans fá þetta sent 22 mínútur fyrir fund. Það getur ekki talist eðlilegt. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson kom hér upp í pontu að ég voni sér ekki að rangt með á bæjarstjórnarfundi 22. janúar þar sem að fór mjög vel yfir sína reynslu á samstarfi á síðasta meirihluta, síðasta kjörtímabili þar sem hann er í meirihluta og kjörtímabilið þar á undan þar sem hann er í minnihluta. Talar mikla samvinnu og kallar eftir meiri samvinnu okkar á milli og samtalið sé meira. Því langar mér bara til að spyrja bæjarfulltrúa Einar Brandsson, er þetta merki um það? Er þetta merki um meira samtal og er þetta það sem við viljum stunda, svona vinnubröð? Þessi ályktun er bara fín og allt í lagi með það. Í mínum huga snýst þetta bara um prinsipið. Við getum ekki komið upp og kalla eftir meiri samvinnu, meira samtali, eða á bara gildi í eina átt. Samvinna gildir í báðar áttir. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson hefur lokið máli sínu. Fleiri sem vilja. Bæjarfulltrúi Sandra Marg M. Sigurjónsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, þeir sem á okkur líða. Ég undra mig aðeins á því í rauninni hvað málið er farið að snúast 22 mínútur fyrst og fremst. Bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson tekur það fram í ræðu sinni að efnislega sé í rauninni búið að senda þetta allt saman frá fulltrúum allra flokka. Ég veit til þess að bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins komu til máls við fulltrúa meirihlutans í gær varðandi þessi mál. Þannig að ég spyr það bara og líka hann vísar í það að þetta tækifæri hafa nú ekki bara komið fram í dag heldur á miðvikudaginn síðustu viku og hvar er þá frumkvæði meirihlutans? Hvers vegna kom ekki ályktun að frumkvæði meirihlutans þetta mál inn á þennan fund? Ég bara spyr maður því. Takk fyrir. Bæjarfulltrúin Sandra M. Sigurjónsdóttir hefur lokið máli sínu. Fleiri sem að vilja ræða málið. Já, bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Þannig að ég við bæjarfulltrúar Rakel Óskarsdóttir ræddum saman í gær. Þar er mér tjáð það að þessi ályktun muni koma, en auðvitað voru við ekki komin með neitt í hendur til að vinna út frá. Við vitum ekki hvernig ályktun mun hljóma, hvernig hún lítur út fyrir við erum komið með hann í hendur. Þannig að formlega höfðum við ekkert í höndum fyrir en 22 mínútum fyrir fund í morgun, en auk þess var fjallað um það að þetta myndi byggjast á þeirri umsögn sem að fór frá bæjarráði á sínum tíma. Við vitum það að þetta mál er umdeilt innan bæjarstjórnar Akraness, en það sem fram kemur í umsögninni sem barst Alþingi og nefndasviði Alþingis í janúar, þar er komið fram á það að við styðjum sjálfbærar hvalveiðar, við styðjum þau störf sem verða til hér á svæðinu vegna þessarar atvinnu og þessara veiða, og einnig hefur og það kom mjög skýrt fram og kemur bæði skýrt fram í umsögninni sem send var Alþingi og hefur verið komin fram núna í bókun bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Einnig langar mig að ræða hvað varðar frumkvæðið. Það höfðu við
unnið að nákvæmlega sömu umsögn, þetta ályktun, ég veit það, en að sömu umsögn fyrir réttum mánuði síðan og gefið út frá bæjaráði Akraneskaupstaðar. Þannig að það er það sem ég vildi segja. Frumkvæðið var ekki þar sem að við höfðum sent sambarilega hluti frá okkur og eru að hluta til í þeirri ályktun sem eru núna lögð fram að bæjarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins. Bæjarfulltrúin Elsa Lára Arnardóttir hefur lokið máli sínu og bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson var einhver, þú varst næstur, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og þeir sem áhlýða, bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir spurði frumkvæði. Bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir svaraði því mjög vel. Þetta kemur fram 7. janúar. Það er engu við þetta að bæta. Það er ekkert meira. Það er ekkert nýtt að það. Það er ekkert annað að það bara við erum að fagna ákvörðun ráðherra. Það er ekkert nýtt. Við erum búin. Það er ekkert nýtt í þessari bókun annað en bara þess frá ráðherra. Það er ekkert nýtt. Þannig að það er ekki vinnin að bæta. Hún spyr hvað snýst máli, hvort það snúist bara 22 mínútur. Það snýst auðvitað ekki bara 22 mínútur. Það snýst bara prinsip. Það snýst það að við viljum vinna betur, viljum stunda betri vinnubrögð og viljum svara kalli minnihlutans betri vinnubrögð. Við erum búin að reyna það. Við erum að senda frá okkur bókanir fyrir helgi og helgina, þannig að minnihlutinn og í samstarfi minnihlutan, þannig að minnihlutin hafi fullt tækifæri til þess að koma með sína breytingar, hafi fullt tækifæri til að ræða þetta sitt bakland inn á bæjarmálafundum. Þetta snýst bara þetta snýst bara prinsip. Vinnum bara betur saman. Bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson hefur lokið máli sínu. Það eru fleiri sem vilja. Það er bæjarfulltrúin Rakel Óskarsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar aðrir sem á okkur hlýða. Mönnum er orðið ansi heitt í hamsi að ræða þetta mál. Hér er nefnt að það er ekki við neinu að bæta. Það er ekkert nýtt í þessu máli. Það er bara helling nýtt í þessu máli. Við erum að senda okkur umsögn 7. umsögn til ráðherra áður en að hann tekur ákvörðun. Hann er búinn að taka ákvörðun. Er það ekki pínu nýtt í þessu máli? Ég skil það mjög vel að þetta sé orðið eitthvað smá tilfinningamál að fagna einhverju. Ég skil það bara mjög vel. Við þurfum ekkert alltaf að vera á sömu blaðsíðunni. Við heyrum það úr þinginu að Samfylkingin er ekkert á þessum bát eins og við sjálfstæðismenn. Það er bara svoleiðis. Það er ekkert nýtt. Við heyrum það alveg, við sem erum nördar í þessu heimi að horfa á alþingisrásina, að við vitum alveg afstöðu margra þingmanna í þessu. En það sem við erum svolítið að berjast fyrir hér er það að standa vörð atvinnulífið. Þau störf sem hafa verið inn í Hvalfirði og hér út á Akranesi, bein og afleidd störf, það er ekki sleppt og haldið í þessu. Við getum ekki öll verið sammála og verja þessu störf og svo vilja ekki áframhaldandi vinnslu og veiðar á hval. Ég bara sé það ekki fara saman. Við þurfum þá bara að fara að verka eitthvað annað eða veiða eitthvað annað. Hér hefur verið sagt líka að þetta sé ákveðið prinsipmál. Ég hef alveg staðið hér í pontu og kallað eftir auknu samtali, auknu samstarfi. Það er ekkert logið upp á mig að hafa sagt það. Elsa Lára Arnardóttir
Formaður bæjarráðs sagði það alveg rétt hér áðan. Ég hafði samtal við hana og sagði jafnframt að ég vildi ýta á eftir umsögn okkar allra flokka í bæjarráði og bað hana að fara með þær upplýsingar inn á meirihlutafund bæjarstjórnar sem hún gerði. Þannig að fela sig á bak við það að hafa verið 22 mínútur fyrir fund sem að oddvitarnir fengu bókun okkar sjálfstæðismanna finnst mér pínu veik en tek þó alveg upp hanskan fyrir þau að þau séu ekki tilbúin að gangast við þessu að þau vilja ekki fagna ákvörðun ráðherra. Við það situr. Takk. Bæjarfulltrúinn Rakel Óskarsdóttir hefur lokið máli sínu. Eru fleiri. Það er bæjarfulltrúinn Bára Daðadóttir sem tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og þeir sem á okkur hlýða. Ég vil svo sem kannski bara taka það fram að æskilegt hefði verið að bæjarfulltrúar hefði haft einhvern tíma til að koma sér inn í málin og kynna sér þau betur. Maður er ekkert endilega alveg inn í öllu sem snýr að þessu. Ég er jákvæð gagnvart hvalveiðum og það helst í ljósi þess að hvalveiðar og vinnsla skapa störf í bæjarfélögum okkar. Aftur á móti hef ég ekki nægja þekkingu á málinu til að geta fagnað hvalveiðum þar sem ég ekki kynnt mér málið nægilega vel og hafði ekki hugmyndum að ég þyrfti að vera búin að kynna mér það fyrir fundin í dag. Þar liggur munur á mínu mati. Ég get ekki fagnað einhverju sem ég veit ekki nógu mikið alla þætti sem að málinu snúa eins og framkom í bókun Sjálfstæðisflokksins orðið fagna. Ég hafði einfaldlega ekki tækifæri til að kynna mér málið. Efnislega erum við sammála mikilvægustu þættina samt sem áður. Við erum öll sammála að standa vörð atvinnulífið. Takk. Bæjarfulltrúinn Bára Daðadóttir hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem það er bæjarfulltrúinn Valgarður Lyngdal Jónsson. Gjörðu svo vel. Starfandi forseti vill taka það fram að hann hyggst taka til máls og eftir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég held að við þurfum ekkert að vera að draga þessa umræðu eitthvað mikið meira á langinn. Það er bara ljóst hvar við stöndum. Ég vil þó, og þetta er bara lendingin, bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins leggja fram þessa ályktun, eða bókun, öllu heldur, og skrifa undir hana. Bæjarfulltrúar Samfylkingar og Framsóknar og Frjálsar leggja fram sína bókun og skrifa undir hana og þær eru bara eins og þær eru. Ég vil þó koma inn á örfáa punkta svona áður en að ég fer að segja skilið við þessu umræðu. Í fyrsta lagi að þá lýstu við yfir stuðningi við atvinnulífið með umsögn bæjarráðs og þar lögðu við einnig áherslu á sjálfbærni veiðanna yrði ákveðið að þær færu fram. Og bæjarráð var sammála þetta, sendi þessa umsögn við frumvarpið hvalveiðar og ég verða að viðurkenna að ég átta mig ekki á því hvers vegna það nægir ekki. Ég sé bara ekki þörfina á ályktun frá bæjarstjórn núna til viðbótar við það. Og að leggja það þannig upp að þótt maður sé ekki tilbúin til að klappa sérstaklega fyrir sjávarútvegsráðherra á þessu tilefni, að þá sé maður sjálfkrafa á móti atvinnulífi. Þetta er bara klisjukenndur málflutningur, bara með fullir virðingu. Maður er ekkert á móti atvinnulífi þó maður sé ekki tilbúin til þess að klappa sérstaklega fyrir því að hvalir verði veiddir. Það er ekki þannig. Ég er sjálfur, bara svo það sé bara svo ég segi það alveg, ég er sjálfur alinn upp í Hvalfirði, bara á stórum hluta á hvalkjöti. Þetta er bara hluti af barnæskun minni að það er blessa hvalkjöti úr hvalnum. Ég er ekkert með einhverjar neikvæðar hugmyndir hvalveiðar, en það sem er málið er það að
ég hafði ekki tækifæri til þess að ræða þetta almennilega eða hugsa þetta almennilega, þessa tillögu að ályktun hér eða fara með það almennilega inn í mitt bakland, þannig að þess vegna bara ég ekki tilbúin til þess að taka þátt í hennu. Það bara þannig. Varðandi þá sem að síðan styðja ekki hvalveiðar, það alveg bara fullt af fólki sem að ekkert á því að það eigi að veiða hval, og það fólk býr alveg á Akranesi eins og við annars staðar. Það þýðir ekki það að vera á móti hvalveiðum þýðir ekki sjálfkrafa að vera á móti atvinnulífi eða vilja bara að fólk sé atvinnulaust. Það snýst ekkert það. Þeir sem eru á móti hvalveiðum eru þeir bara ekki með aðrar hugmyndir atvinnulífið, eru þeir ekki með aðrar hugmyndir það hvaða uppbyggingi atvinnulífi skiptir máli og hvert við að stefna í því. Ég held að sé bara þannig. Fólk ekkert á móti atvinnu þó að sé efins réttmæti þess að veiða hvali. Það ekkert sama sem ekki þar á milli. Þannig að bara í guðanabænum ekki fara með umræðin á það plan. En allavega svona bara endar þetta mál frá mínu bæjardyrum séð. Við bara skilum sikkur í bókuninni og fleira hef ég ekki það mál að segja eins og góður maður sagði. Takk fyrir. Já, bæjarfulltrúi Valgarður Lyngdal Jónsson hefur lokið máli sínu og starfandi forseti, Anna varaforseti, óskar eftir því að fyrsti forseti taki til starfa. Þakka varaforseta fyrir þessa snöfurmannlegu fundarstjórn og orðið enn laust og það bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur hlýða. Ég tel mig skylt að koma hérna upp, sérstaklega það sem hef verið nefndur hér í ræðustól sem vera svona aðeins kannski, hvað segir maður, taka til varnar aðeins til þess að byrja með að bæjarfulltrúinn Ragnar B. Sæmundsson hann vísaði hér í ræðu sem ég hélt í þessu púlti í janúar reynslu mína af samstarfi mínu við það að vera bæði minni og meirihluta og það alveg ljóst að í mínum huga að samstarf okkar hér í bæjarstjórn, hún af hinu góða og æskileg, en ég minnist þess að ég hafi komið inn á það líka að það var ekki alltaf, það ekki alltaf þannig, það ekki alltaf slétt og fellt og okkur greinir ástundum sem að kannski eðlilegt. Þannig að ég ætla að vona að bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson hafi ekki tekið það að ég sé ekki á móti samvinnu þó að ég sé á þessari ályktun sem að við bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins ætluðum að koma hér með inn sem ályktun bæjarstjórnar. Það vissulega rétt að það var sendin umsögn frá bæjarráði við frumvarpi ráðherra í janúar sem var mjög eðlileg ákvörðun og það sem við erum að tökum undir og styðjum við hvalveiðarnar og þetta hafi verið svona pent orðað, en svo gerist bara það að ráðherra
hann ákveður að framlengja heimildir til hvalveiðar og ef það er ekki tilefni til þess að fagna því að þetta skiptir miklu máli hér á þessu svæði að þá var tímapunkturinn núna til þess að fagna því. Þar að leiðandi hefði ég haldið að meirihlutinn hefði í rauninni átt að hafa frumkvæði að því en málin þróuðust nú þannig að við bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins komum hérna með þar sem að við vildum að yrði ályktun bæjarstjórnar en þar sem að meirihlutinn er ekki tilbúinn til þess að taka undir það ályktun að þá kemur þetta sem bókun frá okkur. Við teljum tilefni til þess að fagna þessari ákvörðun og við teljum tilefni til þess núna. Stundum er það þannig að tímasetningin hún getur haft svolítið áhrif á hvernig svona ályktanir koma út. Það verður engan tilgang að fagna þessu eftir einhverja vikur eða mánuði þegar þetta er búið að ræðast fram og tilbaka í einhverjum bakgrundum. Stundum verður við bara að taka ákvörðun. Og mínu mati er þetta þannig mál. Tímasetningin er núna og þar að leiðandi var ég tilbúin í að fara í þessa vegferð og það er ósköp eðlilegt og á að geta hræða okkur neitt það að geta starfa áfram saman þó við séum stundum ekki sammála. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Orðið er enn laust þennan fundarleið og bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson biður orðið. Herra forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Svona í ljósið þeirra orða sem hafa fallið hér hjá þeim sem hafa talið hér á undan mér, þá vil ég nú bara nefna það að auðvitað er þannig þó að það sé sterkara fyrir okkur að koma fram sem einn hópur, þá verður þetta bara þannig í sumum málum, þá erum við ekki endilega sammála og það er ekkert að því að vera ósammála og við höfum ekkert í sjálfsögðu verið neitt feimin það og við höfum alveg að þola að taka samtalið það. Ég hef ekki heyrt bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins tala að bæjarfulltrúar Samfylkingarinnar væru á móti atvinnulífinu þó þeir myndi ekki styðja áformum hvalveiðar og það hverlar ekki að mér að halda því fram. Ég veit að bæjarfulltrúar Samfylkingarinnar hafa fullan hug á því að styrkja atvinnulíf og Akranesi sem nokkuð kostur óháð skoðanir í hvalveiðimálum. Það breytir því eins og er ekki að mínum mati að tímasetningin er núna til að bregðast við þessu máli og ef við horfum bara til umsagnarinnar sem var send til Alþingis þá er þannig að hún hefur verið kyrfilega falin. Það veit enginn að þessari umsögn og það er mikilvægt að draga hana fram í dagsljósi og það er það sem við erum að gera núna. Tökum okkur, veltum við aðeins fyrir okkur ef ákvörðun ráðherra hefði nú verið önnur og ráðherra hefði ákveðið að leggjast gegn því að það er framlengt þetta leyfi til hvalveiða. Hvað hefðum við gert hér í dag? Hefðum við ákveðið að kíkja á það í baklandum okkar og taka okkur einhver tíma í að velta því fyrir okkur? Nei, ég er alveg viss að við hefum farið hér í pontu í dag og harma þessa ákvörðun ráðherra og það hefðum við gert öll og því hvort að tillagan hefði komið 20 mínútur fyrir fundið eða ei. Staðan er þannig og það vitum við auðvitað hér.
Við erum að berjast það að þessi störf verði áfram við lýði. Við vitum alveg að það vaxandi hópur í samfélaginu sem á móti hvalveiðum og það vaxandi hópur í samfélaginu sem hefur engan skilning á þessum, ég vil segja bara frumatvinnu þjóðarinnar og það í rauninni að þurfa að veiða sér til matar. Það bara stór hópur sem þekkir það ekki og það hópur sem mjög auðvelt að sannfæra að þetta sé hlutur sem skiptir engu máli og sé í rauninni til ama. Það hefur verið haldið á lofti í þessar umræðu og þið heyrðu það í rauninni strax eftir að ráðherra ákvað að heimila áframhaldi hvalveiðar. Það kemur upp stór hópur aðila, meira segja í núverandi ríkisstjórn og andmælir ákvörðun ráðherra og menn tína þar til alls konar rök. Það hefur meðal annars verið sagt að þetta hefur mjög neikvæð áhrif á ferðaþjónustuna. Það hefur reyndar ekki verið sýnt fram á það, svo ég veit til. Allavega hefur ráðherra málaflokksins sagt að hún hafi engin gögn í sínum fórum að það hefur áhrif á ferðamennsku. Ég held í raun. Það geti meiri segja verið hægt að gera út á hvalveiðar í ferðamennsku. Því það alltaf ákveðin hópur sem hefur áhuga að skoða, til dæmis frumatvinnuveiði þjóðarinnar. Og það áhugavert að fylgjast með hvalskurði. Og ég alveg viss það ef við næðum að búa til almennileg stæði þarna inn í Hvalfirði, þá væri eftirspurn eftir því að fylgjast með hvalskurði. En ég vil bara ítreka það við okkur. Við þurfum ekki alltaf að vera sammála. Og það alveg rétt sem komið hér fram. Það var skammur tími til þess að bregðast við tillögu Sjálfstæðisflokksins að þessu sinni. En það auðvitað líka þannig að ég segi allavega fyrir mig að ég vænti ákveðins frumkvæðis af meirihlutanum í þessu máli. Og þess vegna ég í rauninni búin að vera mjög utan þetta mál allar síðustu viku. Ég held að við höfum allavega saman að fagna því og reyna að stuðla því að vinnsla á hvalafurðum, fyrst að búið að heimila veiðar, þær farið fram eins og nokkuð kostur hér og í Hvalfirði. Takk fyrir bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson. Fleiri sem óska eftir að ræða þetta mál. Svo ekki og þessu máli lýkur þá ekki með neinum atkvæðagreiðslum, heldur einfaldlega þannig að þær tvær bókanir sem hér voru lesnar upp eru lagðar fram af bæjarfulltrúa. Þá förum við í 10. dagskrárlið á dagskrá þessa bæjarstjórnarfundar. Sá liður hefur málsnúmerið 19.01.005. Þetta fundargerðir bæjarráðs á árinu 2019 og hér liggur fyrir fundargerð bæjarráðs númer 3367 frá 14. febrúar 2019. Og orðið laust þessa fundargerð. Það bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Ég ætla nú bara að fara örlítið ofan í þessa fundargerð bæjarráðs sem númer 3367, fundur haldinn 14. febrúar og þessi fundur kannski frábrugðinn öðrum að í fyrstu var þetta sameiginlegu fundur, hvað var það dagskrárlið númer 2 og 3, dagskrárlið sem snérast að starfshópi framtíðaruppbygging á Jaðarsbökkum og síðan velferðarstefnu Vesturlands, að þar var þetta sameiginlegu fundur bæjarráðs, skóla- og frístundaráðs, skipulags- og umhverfisráðs og velferðar- og mannréttindaráðs vegna þessara mála. En á hvað varðar mála dagskrárlið númer 2 sem starfshópur framtíðaruppbygging á Jaðarsbökkum, þá var starfshópurinn að kynna uppbyggingu
íþróttamannvirkja á Jaðarsbökkum stöðu vinnunnar sem á lokastigi og lokaskýrsla væntanlega á næstunni og auk þessa fyrir utan starfshópinn sátu fundin ýmsir gestir sem koma að hafa vinnunni svo sem hönnuður mannvirkjanna og fulltrúi verkfræðistofunnar NIT sem leggur fram kostnaðargreiningu þeirra áfanga sem gerð tillaga í uppbyggingafasanum. Og það nú bara mig langar að þakka á þessum tímapunkti langar mig að þakka starfshópnum og öllum þeim sem hafa komið að vinnunni fyrir þá vinnu sem unnin hefur verið hingað til. En eins og fram kemur í bókun bæjarráðs þá fyrir séð að framvinda fyrirhugaðar uppbyggingar á Jaðarsbökkum mun ráðast af fjárhagslegri getu sveitarfélagsins og forgangsröðun verkefna. Bæjarráð leggur til að unnið verði greinargóð rekstraráætlun samhliða frekari uppbyggingu mannvirkja og felur bæjarstjóra að fylgja því máli eftir. En við erum auðvitað bara í ótrúlega mörg spennandi verkefni í gangi hér á Akranesi að það var skóflustunga síðastliðinn föstudag að svokölluðum Dalbrautarreit, þjónusturými fyrir meðal annars eldri borgara. Við erum nú glæsileg frístundamiðstöð við Garðavöll við það að verða tilbúin. Fimmleikahús í byggingu, verulegar endurbætur á skólamannvirkjum og síðan erum við jafnframt með starfshópum framtíðarþörf í leikskólamálum í vinnu. Þannig að þetta allt þættir sem við þurfum að líta til og munum gera samhliða allri ákvörðun hvað varðar þetta. Við erum búin að fara í eitt mál hvað varðar dagskrárlið 1 sem var heilbrigðisstefnan og samþykkt fyrir á þessum fundi umsögn bæjarstjórnar heilbrigðisstefnu. Við erum jafnframt búin að fara í dagskrárlið 3 sem velferðarstefna fyrir Vesturland og samþykkt umsögn hana fyrir á þessum fundi. Við erum jafnframt búin að fara í dagskrárlið 4 sem reglur stofnun starfshópa sem voru samþykktar fyrir á þessum fundi. Síðan koma þarna 2 málefni dagskrárliðir nr. 5 og 6 sem eru frá velferðar- og mannréttindaráði Akraneskaupstaðar. Það voru reglur sérstakan húsnæðisstuðning en í afgreiðslu bæjarráðs var ákveðið að óska eftir frekari upplýsingum frá velferðar- og mannréttindaráði áhrif á þann hóp sem nýtur umrædda réttinda sérstakan húsnæðisstuðning og möguleg fjárhagsleg áhrif breytingana miðað við samþykkta fjárhagsáætlun. En þetta snýst að var verið að breyta, horfa til leiðbeinandi reglur velferðarráðuneytisins, sem heitir í dag félagsmálaráðuneytið, leiðbeinandi reglur húsnæðisstuðning, að við myndum horfa til þeirra almennru viðmiða sem þar eru kveðið á sem eru aðeins hærri heldur en var í okkar reglum og við vildum fá nánar upplýsingar þau fjárhagslegu áhrif. Síðan þarna dagskrárliður nr. 7 sem voru aðallega skipti lóðum á Dalbrautarreit og fagna þeirri uppbyggingu sem þar. Ég ætla að síðan dagskrárliður nr. 12 sem starfshópur framtíðarskipulag mötuneytismála. Mig langaði aðeins að koma inn á hann að bæjarráð samþykkt á þessum fundi sínum að fela skóla- og frístundaráði að móta tillögur stofnun starfshópu framtíðarskipulag mötuneytismála hjá Akraneskaupstað og við óskuðum eftir því að tillögur framangreint yrðu lögð fyrir næsta fund ráðsins sem 28. febrúar næstkomandi en það getur verið að við þurfum að það verði á síðar, það verði á fundi okkar í mars. Hvað varðar dagskrárlið nr. 13 þá það prentaralausnir það sem að bæjarráð samþykkir að veita bæjarstjóra heimild til að ganga til samningsviðræðna við opin kerfi prentararekstur fyrir alla stofnanir Akraneskaupstað sem snúa því að aðgangsstýra meðal annars prentara prentun á gögnum innan kaupstaðarins og þetta bæði umhverfisvænt og getur haft ekstra sparnað í rekstri. Dagskrárliður nr. 14 voru styrkir vegna menningar og íþróttamála og var lagt fyrir okkur þetta voru umsóknir til styrkta menningar og íþróttamálum. Það voru auglýst í nóvember
og umsagnarfrestur rann út þann 16. desember og það voru bæði skóla- og frístundaráð og menningar- og safnanefnd sem fóru yfir umsóknir og samþykktu tillögur en bæjarráð samþykktu úthlutun styrkja samkvæmt tillögu skóla- og frístundaráðs og menningar- og safnanefndar að rúmar 7 milljónir króna og fólum bæjarráð fól sviðsstjóra stjórnsýslu og fjármálasviðs að afla frekari upplýsinga. Dagskrárliður númer 16 var umsókn FEBAN styrk vegna 30 ára afmælisins og ég vil bara nýta tækifæri hér og óska FEBAN til hamingju með þennan merka áfanga og það gerði bæjarráð jafnframt á fundi sínum og samþykkt að veita félaginu styrkveitinga samtals 500.000 krónar á árinu og eins og bæjarstjóri fór yfir hér áðan að þá margt í gangi hvað varðar málefni eldri borgara hér á Akranesi og við getum bara litið til þess að svo uppbygging sem að fara að eiga sér stað á Dalbrautarreitnum hvað varðar íbúðir og þjónusturými og það vonandi að við náum því á næsta bæjarstjórnarfundi að vera komið með að geta skipað í öldungaráð. Dagskrárliður númer 18 það eru leikskólar á Akranesi, ályktun starfsfólks og hún var bara lögð fram og oddvitar allra flokka hér á Akranesi áttu síðan fund með leikskólastjórum og aðstoðarleikskólastjórum mánudaginn fyrir rúmri viku síðan þar sem farið var yfir efnisatriði og ályktun og þessa ályktun. Ég ætla bara að láta þetta gott heita og ég veit að það eru örugglega aðrir bæjarfulltrúar sem vilja koma hér upp og ræða önnur atriði þannig að ef einhverjar spurningar eru þá auðvitað ger ég mitt besta til að svara þeim. Takk fyrir bæjarfulltrúa Elsa Lára Arnardóttir. Næstur hefur beðið orðið bæjarstjóri Sævar Freyr Þráinsson. Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar, mér langaði nú að koma hérna upp. Var ekki alveg nógu snöggur að biðja orðið hérna undir síðasta dagskrárlið en ég ætlaði nú eiginlega að þegar Einar bæjarfulltrúi Einar Brandsson var hérna upp í pontu að þá geispaði bæjarstjórinn alveg ógulega og áttaði sig á því þegar bæjarfulltrúar Rakel Óskarsdóttir og Sandra Margrét bæjarfulltrúi voru að hlæja að bæjarstjórunum. Mér langar bara að biðjast velvirðingar á þessu geispi mínu og ekki að túlka sem áhugaleysi yfir ræðu hans bæjarfulltrúa Einars Brandssonar og vil bara taka það skýrt fram ef að fólk sem er að horfa á fundin út í bæ að þetta hafi ekki verið virðingarleysi í garð bæjarfulltrúa Einars Brandssonar. Takk fyrir. Takk fyrir að hreinsa þennan völl, skulum við segja. Ég var næstu búin að segja eitthvað annað sem er stundum í sveitinni. En takk fyrir þetta, bæjarstjóri Sævar Freyr og næstur á mælendaskrá er bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Gjörðu svo vel. Forseti bæjarfulltrúi og ég býst nú ekki við þessi nokkur ennþá að horfa. Mér langar að koma inn á 2 mál. Það er mál númer 8. Það er mjög ánægilegt að á síðasta fundi bæjarráðs var úthlutað fyrstu lóðinni í Lækjaflóa. Lækjaflóa 1 til Veitna. Þeir hafa hugað í að byggja sér nýja starfsstöð þar og stefna því ef allt gengur eftir að taka hann í notkun á fyrri hluta ársins 2020. Við fórum í það að minnka lóðir á svæðinu til þess að mæta einmitt það hafði komið fram gagnrýni að lóðir voru það stórar að það þyrfti að byggja það stórt á lóðunum í raun og veru vegna þess út af kostnað. Ég veit ekki hvort að það réð úrslitið þarna eða hvað en allavega þá er komin inn fyrsta umsóknin og það er bara virkilega ánægilegt. Þetta er ekki eins og þetta sé splunkunýtt hverfi og vonandi er þetta bara fyrsta af mörgum. Mér langar líka að koma inn á mál númer 9 og upplýsa það hérna að þarna þar sem bæjarráð vísa erindi undir skipulags- og umhverfisráðs sem sagt fyrirspurnum Veitna frágangu hverfinu. Það var tekið fyrir hjá skipulags- og umhverfisráði og fundi þess í gær
sviðsstjóri er að vinna þessum málum og höfum fullan huga því að vinna þetta hratt og örugglega þannig að þessu verði og þetta sé bara upphafið af einhverju mjög spennandi og skemmtilegu. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson og næsta mælendaskrá er bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, þeir sem á okkur hlýða, sem eru allavega 11 síðast ef við gáðum, þannig að erum ekki svona leiðileg. Bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson, ekki ennþá allavega. Mér langaði bara að koma hérna upp og ræða aðeins lið númer 2 í fundargerð Bæjarráðs og í rauninni þakka fyrir þessa flottu vinnu sem að starfshópurinn hefur innt af hendi. Þetta var mjög góð kynning hjá þeim og flott að sjá svona þá framtíðar mynd sem var dregin upp þarna. Ég tek hins vegar heilshugar undir orð formanns Bæjarráðs Elsu Láru Arnardóttur það. Við þurfum að halda vel á spilunum og horfa í hvaða getu við höfum til fjárfestinga. Ég held eins og að varðandi íþróttahús þá séum við komin í þá stöðu að við höfum svo sem ekki mikið val svona til lengri tíma litið það hvort að við förum í það bara til þess að styðja við kennslu í grundarskóla þó ekki sé annað fyrir utan í rauninni bara íþróttaaðstöðu fyrir íþróttafélög og almenning að öðru leyti að við þurfum að gera það og þess vegna er mikilvægt að við skiljum í rauninni rekstraráhrifin af þeim breytingum og fjárfestingum sem við erum að fara í og ég held að það sé í rauninni bara alltaf góð regla þegar maður er að gera fjárfestinga áætlanir að skoða rekstraráhrif af slíkum fjárfestingum. Stundum geta þau verið þannig að það verður hagræðing, að það verða í rauninni til fleiri krónur í kassanum við fjárfestinguna þegar horft til lengri tíma en við þurfum að hafa þetta huga og ég fagna því að Bæjarráð hafi tekið undir þessar ábendingar sem komu fram á sameiginlegum fundi ráðanna í Tómbergi að skoða þetta sérstaklega. En vildi bara taka fram að þetta er spennandi verkefni og við vitum öll að það eru erfiðar ákvarðanir og erfið forgangsröðun sem að bíður okkar í þessum efnum. Takk fyrir bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir. Fleiri sem óska eftir að taka til máls varðandi fundargerð Bæjarráðs. Það er bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur hlýða. Læstist hérna í tölvunni, svona. Við erum að ræða fundargerð Bæjarráðs sem er frá 14. febrúar. Formaður Elsa Lára Arnardóttir fór ágætlega yfir margt hér sem var rætt á þeim fundi. Margt sem að þurfti að ræða, þetta var langur fundur enda var margt sem að þurfti að athuga betur þegar að var gáð. Á þess ég fari eitthvað ítarlegra ofan í það. En ég langar að ræða
Aðeins 19. liðin fyrst, Landsþing Samband Íslenskra Sveitarfélaga. Ég siti í stjórn Samband Íslenskra Sveitarfélaga eins og hér hefur áður komið fram og var bara mikil ánægja að framkvæmdastjóri kom að tala við mig daginn og bað mig að halda erindi á þessu þingi. Það sem að hort mikið til okkar hér á Akranesi þegar rætt samgöngur, vegbætur og veggjöld. Heyr, heyr. Þannig ég kem væntanlega til með að tala út frá mér, ekki fyrir hönd okkar allir í bæjarstjórninni en kannski tala það sem við höfum gert saman og höfum áunnið ýmislegt og hef sýnt mikinn þunga og vilja og fylgt eftir samgönguáætlun Samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi. Þannig að ég vona að ég verði með góðar grúppur í salnum þegar þessi fyrirlestur fer af stað. En annars ætla ég líka bara að standa hér og óska Feban til hamingju með 30 ára afmælið og frétti að veislan hafi farið virkilega vel fram og veit ekki hvort að bæjarstjórinn hefur tekið dansinn en hann var þá allavega afsakaður með nýtt nýja. En að lokum þá langar mig að ræða 12. lið. Það starfshópur framtíðarskipulag mötuneytismála. Þetta búið að vera mitt hjartans mál í nokkur ár, allt frá síðasta kjörtímabili og ég sé einhverja hrista hausinn og janka þessu, væntanlega. Og það sem ég tel að við getum gert betur og við fórum á síðasta kjörtímabili og fórum virkilega ofan í saumana á þessu máli. Við fengum fulltrúa skólamat í heimsókn til okkar, þar sem síðasta bæjarstjórn hreyfst mjög, eða allavega meirihlutinn hreyfst mjög vel að þeim aðferðum sem þeir vinna eftir og því framboði sem í boði hjá þeim til þeirra skóla sem þeir þjónusta. Einnig var farið og skoðað mötuneyti á Höfða og það var gerð svona gróflegt mat á því hvað væri hægt að elda marga mata þar og í kjölfarið af því var farið í ákveðna úttekt á mötuneytum leik- og grunnskóla þar sem maður var að horfa í rauninni á gæði matar út frá væntanlega svona hollustu sjónarmiðum þar sem að stofnanir fengu ákveðið svona mat hvernig þeir væri að standa sig og það væri þá hægt að vinna betur með það og það var farið strax í aðgerðir til þess að vinna betur með hvað mætti betur fara sem var virkilega flott og í kjölfari var mötuneyti Höfða tekið út með svipuðum hætti og unnið áfram með það. Þannig að ég þakka fyrir það að þetta sé komið á þennan á þennan stað í tíð núverandi meirihluta og ætla að koma hér með eina bókun og sem ég óska að verði fært til bókarritari en hún hljóðar svo. Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins fagna því að bæjarráð fylgi eftir hugmyndum fráfarandi meirihluta bæjarstjórnar Akranes að skoða með hvað hætti má bæta og efla mötuneytismál mennta og þjónustustofnana Akranes kaupstaðar. Með vísan í úttekt á mötuneytum leik- og grunnskóla sem unnin var undir lok síðasta kjörtímabils ljóst að svigrúm til að bæta þessa þjónustu sem og að ná fram mögulegri hagræðingu í innkaupum, samþættingu milli stofnana og hafa lýðheilsumarkmið varðandi hollustu matar að leiðarljósi. Og undir þetta skrifa bæjarfulltrúarnir Rakel Óskarsdóttir, Ólafur Adolfsson, Sandra Margrét Sigurjónsdóttir og Einar Brandsson. Takk fyrir þetta. Takk fyrir bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir. Það eru fleiri sem óska eftir að taka til máls varðandi fundagerð bæjarráðs.
Það bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir, gjör svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og þeir gestir sem enn á hlýða. Ég vil bara þakka bæjarfulltrúum Söndru Margréti Sigurjónsdóttur og Rakel Óskarsdóttur fyrir það að koma hér upp og það sem að bæjarfulltrúi Söndra Margrét Sigurjónsdóttir fór mjög vel yfir og komst mjög vel að orði það sem að ég var í rauninni að ræða hér áðan, að það skiptir miklu máli að við skoðum hverjar langtíma skuldbindingar okkar eru, hvernig greiðsluflæði þeirra hvernig lífeyrisskuldbindingar verða og þær skuldbindingar það verður farið í ákveðna þarfagreiningar og horft í skólasamfélagsins, hver þörfin, það núna, getum við, og allt þetta og horfum í þarfagreiningar og öðrum þáttum sem eru samhliða þessu, eins og til dæmis varðandi leikskólamál, hvað hafa þau einhver áhrif á skólastarf og bara ýmislegt sem við þurfum að hafa í huga þegar við erum að á leiðin inn í stórar ákvarðanatökur eða forgangsröðun. Þannig að ég vil bara þakka fyrir þessar góðu ábendingar. Það sem Rakel Óskarsdóttir bæjarfulltrúi kemur inn á, hvað var það mötuneytismálin, þá þarna bara virkilega ánægilegt að svo vinna sé að fara af stað inn í bæjar og hafi verið bara samhljómur það inn í bæjaráði að fara af stað í þessa vegferð og ég tel að bara rosa mikilvægt að starfshópur þessi mál horfi líka til þeirra gagna sem búið að skoða og búið að greina og taki þau með sér í þá vegferð sem framundan og svo vil ég bara óska bæjarfulltrúa Rakel Óskarsdóttur bara vel gengis á landsþinginu og öðrum bæjarfulltrúum sem það sækja og bæjarstjóra. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir. Fleiri sem óska eftir að ræða fundargerð bæjarráðs? Svo ekki og þar með 3367. fundargerð bæjarráðs frá 14. febrúar 2019 lögð fram til kynningar. Og þá förum við í 11. lið þessa fundar. Hann hefur málsnúmerið 19.01.007. Þetta eru fundargerðir skóla- og frístundaráðs á árinu 2019. Hér að ræða 98. fundargerð frá 14. febrúar síðastliðnum og 99. fundargerð frá 19. febrúar síðastliðnum. Og orðið laust þessar fundargerðir. Það enginn sem kveður sér hljóðs og eru þar með 98. og 99. fundargerð skóla- og frístundaráðs hér með lagða fram til kynningar. 12. fundarliður hefur málsnúmerið 19.01.008. Þetta eru fundargerðir skipulags- og umhverfisráðs á árinu 2019 og hér að ræða 103. fundargerð frá 14. febrúar síðastliðnum og 104. fundargerð frá 18. febrúar síðastliðnum. Orðið laust þessar fundargerðir. Og það enginn sem kveður sér hljóðs varðandi fundargerðir skipulags- og umhverfisráðs og eru þar með 103. og 104. fundargerð skipulags- og umhverfisráðs hér með lagða fram til kynningar. Þá förum við í 13. fundarlið. Hann hefur málsnúmerið 19.01.022. Þetta eru fundargerðir Faxaflóahafnir á árinu 2019 og hér að ræða 177. fundargerð stjórnar Faxaflóahafna frá 15. febrúar 2019 og orðið laust þessa fundargerð. Það enginn sem kveður sér hljóðs og telst þá 177. fundargerð stjórnar Faxaflóahafna hér með lögð fram til kynningar. Fleira ekki á dagskrá þessa bæjarstjórnarfundar og segi ég hér með 1280. og 8. fundi bæjarstjórnar Akraness slitið.